Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Góða kvöldið, dömur mínar og herrar. Verið hjartana velkomin í þáttinn Who's Your Daddy? Hér kynnirinn ykkar Arnar Steinsen. Takk fyrir. Takk fyrir. Hver sagði ykkur að hætta að klappa? Nei, ég segi svona. Í kvöld æsispennandi þátt fyrir ykkur. Í stúdíun okkar eru mætt þau Lilja, Teddi og Rúnar. Lilja og Rúnar voru saman í sambandi fyrir nokkrum árum og vill Lilja meina að þau hafi eignast barn saman, hann Svala. Rúnar segist ekki einu sinni þekkja hana Lilju og vill meina að hann eigi ekkert í Svala. Teddi nýji kærasti Lilju og þar af leiðandi stjúppabbi Svala. Skulum skoða þetta aðeins betur. Ég sver, ég ekki að ljúga. Rúnar pabbinn. Og ég heimta að fá meðlag núna. Ég á engan pening og bý í píku litlu húsi. Það væri ekki fyrir Tedda. Þá veit ég ekki hvernig ég gæti séð Svala. Ef ég að vera alveg hreinskilinn, þá þurfum við ekkert þennan pening. Ég moldar. Þessi Rúnar. Hann 100% pabbi hans Svala. En ég náttúrulega búinn að reyna svona mikið betri faðir en þessi Rúnar hefur nokkur tímann verið. Alex, rullaðu frá. Þetta var nú eitthvað. Skulum fá að kynnast þessu fólki aðeins betur. Bjóðuðu velkomna á svið hana Lilju. Jæja, Lilja. Þetta nú meira vesen en þú ert búin að koma þér í. Ertu ekki að djóka í mér? Ég þarf þennan pening. Við höfum allt of lítið hús og við þurfum að stækka við okkur. Ég meina, Svali, hann á bara eitt herbergi. Já, hérna fáum við að sjá húsið hennar Lilju. Já, en Lilja, hvað hann Rúnar, hann segist nú ekki einu sinni þekkja þig. Hvað finnst þér eiginlega það? Það bara mesta kjaftæði sem ég hef heyrt. Við vorum saman í 5 ár. Ok. Og svo ertu byrjuð með nýjum manni, hann Teddi. Hvernig hann eiginlega búinn að vera sem stjúppabbi fyrir Svala litla? Hann Teddi. Teddi það bara besta sem hefur gerst við mig lengi. Ef það væri ekki fyrir hann, að þá ætti Svali ekki pappa. Því að Rúnar, hann lætur eins og við séum ekki til. Já, ég á nú alveg til að kynnast þessum Tedda aðeins betur, ha? En áður en við gerum það, þá ætlum við að kynnast Rúnari betur eftir stutt auglýsingahlé. Eftir stutt auglýsingahlé. Elskan. Hvað segir þið? Come on, talaðu mig. Ég var að spá. What that mouth do? Új. Astra gerir stráka að mönnum. Bréfaklemmur eru ekki bara fyrir bréf.
Þú færð allt sem þú þarft til að stólka fólk hjá okkur. Ég þekki ekki eins og ég á ekkert í þessum krakka. Hún hættir ekki að væla að fá eitthvað pening sem ég að vinna dag og nótt fyrir. Hún bara að reyna að stela peningum með þessum tím. Ekki voga að tala þessum tím. Ég veit ekki hvernig. Hún heldur áfram að trufla mig að reyna að fá eitthvað pening frá mér sem hún á ekkert skilið. Segir mér að þetta sé fyrir eitthvað barn sem ég á. Sem ég á? Ég á ekkert barn í þessu heimi og líka ef ég ætti barn þá myndi aldrei heita Svali. Ég skal lofa þér því. Hver velur svo heilandi nafn? Heldur mér langar að lifa í einhverjum heim þar sem bossi minn heitir Svali? Grínast? Ég vinn dag og nótt að safna þessu peningum fyrir mig. Fyrir mig. Ekki fyrir eitthvað meðlag, fyrir eitthvað barn sem á ekkert frá mér skilið, sko. Ég vil ekki eyða tíma mínum í þennan ljóta krakka. Hver vilja nafnið Svali líka? Er hún heiladauður? Hvað er að þessari konu? Ég veit ekkert hver þetta er. Ég veit ekkert hver þetta er. Hún veit bara peningarna mína eins og allar tíkur í þessu heimi. Það eru allar hórur. Svo heldur hún áfram að trufla mig og senda mér skilaboð að vera að borga eitthvað meðlag fyrir eitthvað Svala. Ég þekki þessa tím! Ég veit ekki hvað þetta er! Hún heldur að hún getur bara komið inn, sagt að ég sé pabbinn og láta mig borga fyrir eitthvað krakka sem ég þekki ekkert. Hún er bara að reyna að komast inn í veskið mitt, taka peningar mína bara frá mér. Gleymdu því. Þessi gælla má bara vera fátæk með þessum hálfvita sem hún er með núna, sko. Ég veit ekkert hvernig þetta er. Ég er ekki pabbinn. Ef hún hnerrar einhvern tímann aftur í þættinu mínu, þá fucking drep ég þig! Þú ert ekkert. Ég er motherfucking Arnar Steinsen, ok? Velkomin aftur. Ef þið mistu af hér á undan, þá sitjum við með henni Lilju. Hún heimtar meðlag frá manninum sem hún telur vera barnsfaðir hennar. Bjóðu velkomin á svið, hann Rúnar. Woohoo! Yeah! Let's go! Fokkin! Ég veit ekki hvað þetta er! Ég veit það ekki! Velkomin. Jæja, Rúnar minn. Þú segist ekki eins og það ekki að kona sem sittur hérna við hliðina þér. Nei, ég bara veit ekkert hver þetta er. Hvað er að þér? Við vorum saman í 5 ár. Róum okkur. Það er allir vinnir hérna. Við erum að reyna að leysa úr þessu. Já, hérna Rúnar, þú segist ekki þekkja hana Lilju, en við erum með upplýsingar sem að sýna annað. Já, eins og þið sjáið, þá er þetta gömul Instagram-mynd af Instagraminu hans Rúnars fyrir rúmum 5 árum, þar sem hann stendur fyrir neðan, með sætu minni og 2 rauð hjörtu undir. Hvað finnst þér þetta, Rúnar? Ok, ég þekkti hana þarna, en síðan við hættum saman, þá hefur hún breyst svo mikið að við lífum sem við bara þekkja hana ekki lengur. Bara ekki neitt, ég veit ekkert hver þetta er. Hvað með barnið okkar? Þú getur bara ekki skilað hann eftir. Okkar? Ok. En Rúnar, ertu samt alveg viss um að þú sett ekki pabbinn? Ég er 100% viss. Við vorum löngu hætt saman á þetta fucking barn komin í heiminn, sko. Já, við erum með upplýsingar sem sýna annað. Já, eins og þið sjáið hérna, þá eru þetta SMS-skilaboð milli Rúnars og Lilju tæplega 9 mánuðum fyrir fæðingu Svala, þar sem þau eru að plana hitting. Förum aðeins yfir þetta. Rúnar byrjar þetta á hæsæta. Hvað að gera í kvöld? Lilja svarar með, ekki séns Rúnar. Þetta á búið fyrir löngu. Og hvað segir Rúnar? Akkur hættir ekki bara þarna? Ef þetta á búið fyrir löngu, akkur helst á? Ég var búinn að drekka smá. Ok. Smá. Já, ég ætlaði einmitt að fara að spyrja út í það. Skilabóðin eftir á. Þú hendir í come on, ekki láta svona. One last time, baby. Má maður ekki einu sinni? Ok. Lilja svarar með, ok, komdu tími. Hvað Lilja, þú varst heldur fljót einhvern veginn svona að gefa eftir. Ja, 1 nei og svo bara... Hóra. Ertu að djóka í mér? Herru. Þú fékkst nei. Herru, við höldum áfram. Metla.
Rúnar svarar svo með, Fyllibitta. þarf ég að kaupa smokka? Lilja svarar, nei, ég er með. Rúnar hendi svo í, geggjað, on my way baby. Lilja svarar með, get ekki beðið, lykillinn er undir mottunni. Hvað hérna, nú erum við búin að sanna að þið voru að hittast á tímanum sem að Svali hefði getað verið getinn. Hvað finnst þér um þetta, Rúnar? Ok, við hittumst þetta eina skipti, en ég notaði smokk. Það stendur það, að hún var smokk, ég notaði hann. Þú vilt kannski sjá þetta? Já, eins og þið sjáuð hérna, þá er þetta smokkurinn sem Lilja og Rúnar notuðu þetta kvöld. Og hann er gataður. Lilja, er ekki að fucking grínast á mér? Velkomin aftur, við afsökum þessa truflun. Næst ætlum við að bjóða velkomin á svið Tedda. Velkomin. Já, ok. Allt er læg. Jæja, velkomin Teddi. Já, þakka þér. Það er heiður að vera hérna. Já, heiðurinn er allir minn. Þú og Lilja eru núna búin að vera saman í, rúmt ár og þú telur þið vera miklu betri pabbi heldur en Rúnar hefur nokkuð tímann verið fyrir Svala litla. Já, ég meina þessi Rúnar. Hann þótti sig einu sinni þekkir að Lilju mína. Ég meina það gefur auga leið að maðurinn er ekkert annað nema ónýtjungur og haugur. Þegið þú hann að rusli, fucking stúl. Hvað er á mér hakaður? Rúnar. Ef að niðurstöður eru þær að þú ert pabbi Svala, ætlar þá að gefa þér smá séns og reyna að kynnast litla drengnuðinu? Kannski, ég bara, þú veist, alveg mögulega, sko. Ég fer bara eftir hvað kemur í ljós, sko. Ég bara veit ekki. En þá komið að því, aðalatrið er Rúnar pabbi Svala. Fá smá trómuslátt? Já. Þegar kemur að 2 ára Svala. Rúnar. Þú ert ekki pabbinn. Já, ég vissi það! Fucking! Boom, bitch! Lilja, veistu eitthvað hver pabbinn er? Nei, ég er svo mikið að væri þú. Hvað er ég að fá peningi með núna? Við þurfum ekki þessa peninga, við eigum nóg af þeim. Ég vissi væri ekki fucking pappin. En þetta er ekki allt. Við erum með fleiri upplýsingar. Komdu með umslagið, maður. Já, trómuslátt aftur. Þegar kemur að 2 ára Svala. Lilja, þú ert ekki mamman. Lilja mín. Bara takk fyrir mig. Já, takk fyrir komin.
Og með þessu lokum við þættinum, enn einn glæsilegur þáttur hérna hjá okkur í kvöld. Takk fyrir áhorfin. Já. Herri, við höfum fengið annað umslag. Fæ ég ykkur til að setjast aftur? Leila minn, sestu bara niður. Heyrðu, þegar kemur að 2 ára Svala, Teddi, þú ert pabbi. Nei! Heyrðu, hérna, eigið þennan fokki skítadreng. Þetta er ömurlegt fokki barna. Hvernig ert þú? Pappin, hvað ertu ekki búin að segja mér? Yes. Hvert er þetta að fara? Hvert er þetta að fara? Já, þetta var nú áhugaverður þáttur. Við lokum þessu núna. Ekki missa af samt hérna í næstu viku. Þá tökum við viðtal við mann sem hélt fram hjá konunni sinni með hesti. Takk fyrir áhorfin. Þangað til næst.